Hér erum við komið með Volkswagen ID.5 fjórhjóladrifin. Það þýðir hérna GTX. Það í raun og veru gerðarheitið yfir fjórhjóladrifsbílinn. En ID.4, hann reynda líka til fjórhjóladrifin á þess að vera í GTX útgáfu. 20 tómu felgur og takk eftir því að framdekkin og afturdekkin ekki að sömu breidd. Afturdekkin aðeins breiðari. Þessi bíl með 2 mótora sem gefa samtals rétt tæp 300 hestafl og ég verð að segja eins og að það virkilega gaman að aka þessum bíl. Það nægt afl og það fínt tóg í honum. Það fer ákaflega vel mig hérna í sætunum. Það alveg frábær seta í þessum sætum og það hægt að draga hana hérna fram síðan hérna. Það hægt að draga setuna hérna þannig að maður lengir hana. Það rosa gott ef maður að aka í langkeyrslu. Nú hér setja hann síðan í díið og ekastað. Þægilegt að aka þessu. Þessi bíl hvorki meira en minna en 295 hestafl. Hann með 2 mótora, sem sagt annan frammi og hinn aftur í við hvora drifrás. Hann byggður á þessum MEB palli sem að Volkswagen að nota í sína rafbíla. Ég vanur ID.4 og var með 1 mótorflóliðis bíl í notkun í talsverðan tíma og hann var að gefa 204 hestafl. Þessi að gefa tæp 300 hestafl í þessum 2 mótorum og ég finn það bara leið og ég gef honum minna. Já, hér ertu komið með það. Hér ertu komið með það afl sem að kannski 1 mótorsbílinn vantaði stundum, en mér fannst hann alveg nægilega kraftmikill afturdrifinn og afturdrifinn bílinn hann stóð sér mjög vel í vetur. Það náttúrulega á þessu skriðvörd sem þýðir það að hann spólar ekkert. Það náttúrulega alveg sama hvað maður býður afturdrifsbíl að vetri til ef þú keyrir þannig að hann festist undir eða ofan á skaflinu þá hreyfir maður hann ekki mikið. Það líka annað með afturdrifsbílinn. Það alveg gríðarlega góður beygjuradius á hann. En aftur að þessum bíl, þetta fjórhjóladrifinn bíl sem alltaf í drifinu og hann alveg þræl kraftmikill. Það ekkert að því. Hann sem sagt, þar ertu komið með þetta afl sem vantaði. Hann auðvitað ekki jafn kraftmikill og Tesla eða hann ekki jafn fljótur upp. En það skiptir líklegast akkurat engu máli. Jæja, þá erum við sest inn í hérna ID.4 hérna aftur í. Þetta víst ID.5, sorry. Ég bara svo annur ID.4. Ég átti svoleiðis, en þetta ID.5. Hér sittum við aftur í verulega góðu yfirlæti. Hér sætið í öftustu stöðu held ég megi segja. Allavega mjög aftarlega og ég mjög lappalangur, ég 1,87 með langar leggi og hér nóg að plássi og það sem meira að sætin halda mjög vel við hérna niðri og þetta bara eins og að sitja í svona lúxusbíl. Ég get ekki annað sagt, þetta alveg frábær hönnun á sætum hjá Volkswagen. Fyrir utan það, þetta efnisval hérna mjög skemmtilegt. Þetta svona alcantara hérna og svo eitthvað svona, þetta ekki leður, þetta eitthvað vegan. Ég ætla samt ekki að reyna að borða það. En þetta að endurvinna þetta að fullu. Hér eru svona smá hlutir eins og til þess að hengja jakka og föt og svona upp. Hérna hérna svona LED-ljós hérna sikur megin við og já, þetta ekki annars til þess að hengja upp föt. Það ég sé hanga hér til hvers þá þetta hérna. Þetta fyrir stjörnukíkir eða eitthvað svoleiðis, að því að hér sko alveg rísa glerþak sem alveg geggjað að horfa í gegnum hérna og gefur rosalega skemmtilega birtu inn í bílinn. Sætin hérna mjög skemmtilega formuð. Þetta falleg hönnun á þessu hjá Volkswagen og ég segi bara
eins og að hér fer vel mig. Hérna get ég hlaðið síman minn, ég með USB-C 2 tengi hérna. Hér hægt að stýra miðstöðinni fyrir þá sem sitt aftur í, það hægt að stýra blæstrinum hérna. Gólfið alveg slétt, sem þýðir það að sá sem að situr hérna í miðjunni, hann með alveg jafn gott fótapláss. Fæturnir renna vel hérna undir og eins og ég segi, þá að öllu leyti frábærlega mig hérna aftur í þessum bíl. Hér alveg ágætis höfuðpláss, nota bene, þetta ID5 og ID5 aðeins lægri hérna að aftan heldur en ID4 að því að þetta svona kúpulag, mjög fallegna lína í þessum bíl og þá erum við með aðeins lægri höfuðlínum hérna aftur í, en það kemur ekki að sök. Ég sit hérna í mjög góðu yfirlæti, alveg frábært pláss hérna. Og ef við kíkjum aðeins á bílinn sjálfan, eða hérna, það sem við höfum upp á að hlaupa og hérna svolítið yfir statusin á bílnum og svo upplýsingarnar sem við viljum sjá í sambandi við eyðslu á hverja 100 km og svo hérna heildar kílómetra hraðinn sem við höfum verið að meðaltali og hversu lengi keyrt og eitthvað svoleiðis og hérna hægt að sjá það í langtíma upplýsingar síðan við kveiktum á honum og svo það frá því að við hlóðum hann. Ef við förum hérna út úr þessu og skoðum aðeins hérna hvað meira hérna í boði, að þá hérna driver assist, þá erum við hérna með fjarlægðaskynjara, hann með þetta IQ Drive sem að því það hann lætur mig vita þegar ég er þreyttur, býður mér upp á kaffi, hvað kaffivélin? Nei, ég segi svona, hann heldur þér innan akreina, stýring, það umferðarskiltalesari og það skynvættur hraðastilli, það allt í þessu sem þarf að vera. Og ekki nóg með það, erum hérna með akstursmót. Nú erum við í komfortstillingu, sem þýðir það að hann bara þrælþægilegur og stýrið á honum alveg ljómandi gott, hvorki á þungni og létt, og ef við förum henni í dræfumótið aftur og þá get ég sett í sportstillingu og þá stýrið að verða aðeins þyngra eða svona þéttara og já, gott að ég finn það ekki alveg aðeins og þá verður allt rautt hérna í mælaborðinu í sportstillingunni. Og ef við förum síðan í traksjónstillinguna að þá erum við komið með hérna aðstoð við fjórhjóladrifið sem sett á að hjálpa okkur við að fá sem besta nýtingu út úr fjórhjóladrifinu við þær aðstæður sem við erum að bjóða bílnum hverju sinni. Ég ætla að setja hann aftur í uppáhaldstillinguna mína sem heitir Sport og gefa svo aðeins í og jú, maður minn, þetta æðislegt. Það alveg frábært tog í þessum bíl. Ég veit ekki alveg þegar ég að sem sagt, í þessum rúmti þá yfirsast mér að tekka á toginu á mótorunum en ég mun setja það í greinina alveg pottet. Maður getur tekið svona dansspor eða sem maður sé að fara að skora úr víti. Hérna ef við værum í knattspyrnu, en við erum það ekki. Þannig að ég ætla bara að ýta hérna á takkan. Þetta fer upp með hleranum hérna. Hér kapall sem fylgir bílnum, þó ekki svona til þess að leggja kapall heldur, þetta kapall til þess að hlaða bílinn með. Nú, ef við kíkjum aðeins hérna í farangursskeysluna þá eru þetta 550 lítrar hérna. Það hérna svona skíðalúa hérna sem alveg þrælsniðugt ef maður ætlar á skíði. Þetta bara gert svona. Hér komið þetta lilla gat hérna eða fyrir eitthvað annað þegar maður vantar eina spýt í sólpallinu eitthvað. Ég myndi nú þetta aldrei fara með gagnvarið timbur inn í svona bíl. Never. En ef við kíkjum hérna aðeins svona í, það sem sagt geymsla hérna undir líka. Fyrir alveg fullt af dóti, það eitthvað net hérna, ef minn að fara veiða. Nei, þetta nú bara farangursnet. Og hérna undir síðan viðgerðarkit og hérna til þess að króku svona til þess að draga eða húkkar til þess að draga bílinn
ef þess þarf. Mjög sennilega þarf þess aldrei, en þetta þarna. Og til þess að gera langa sögu stutta, þá ætla ég bara að loka þessu hérna með þessum takka. Meiri áttar pláss hérna aftur í þessum ID5. Eins og ég að aka honum núna, þá hann að eyða 35 kW á hverja 100 km, sem náttúrulega allt og mikið, en ég segi svo hugur að þessi bíl sé að fara kannski með svona, hvað ég að segja, gulli, 18, 20, eitthvað svoleiðis, þannig að svo náttúrulega hægt að keyra þetta bara á 20, þá eyðir hann engu, en maður svolítið lengi á leiðinni þá. En kíkjum aðeins á, þú veist, ef við skoðum aðeins upplýsingarnir ökutæki hérna, þá til dæmis hann núna hérna ég bara í venjulegum akstri núna hérna 40, já, fáum hann upp í hraða og höldum honum svo. Já, þá hann, já, þetta nú hoppar ansi mikið. Svo hann að rechargea núna. Já, hvað það að rechargea? Að endur hlaða umframorkunni. Þá hann í rauninni að taka umframorkuna, rennslið á bílnum, orkuna sem verður til við það að bílinn rennur áfram og hlaða þeirri orku inn á batteri sem raforku, og það hægt að auka það með því að setja bílinn í B. Það er sú stilling sem gefur okkur þetta recharge þegar við förum af orkugjöfinni, og það á að nota bílinn svoleiðis. Það sparar orku og það hjálpar okkur líka við að vera kannski ekki eins mikið á bremsunni sem að þarf að slaka aðeins á gjöfinni. Og sér að ég ekki að ýta á bremsuna núna, heldur læta hann bara aðeins slaka á gjöfinni, og þá hérna dregur hann aðeins úr ferðinni. Og annað hérna sem að við erum með hérna sem sagt stjórnkerfi fyrir hérna cruise control hérna megin, og hérna þetta að stilla fjarlægð á milli bíla þannig að hann haldi ákveðnu bíli, og hér síðan raddstillingin. Can you help me? You can use voice control to operate the radio and media, navigation system, telephone and air conditioning. For example, say, drive to London and call John Smith work. Okay, drive to London and call John Smith. Ok, bye bye. Mér finnst alveg geggjað að keyra hana bíla ef ég stilli sætin svona aðeins betur hérna. Það hægt að stilla þetta á milljón vegu hérna. Það hægt að stilla þetta á þannig að fari, þú veist, maður stillir þetta nákvæmlega upp á millimetri sem manni finnst þægilegast að hafa þetta. Það alveg gríðarlega gott fótapláss hérna á milli. Þú veist, það ekkert sem að heftir hérna fæturnar á manni hérna sikkur megi við. Það cool hönnun hérna á öllu hérna inni. Það komið rauður þráður hérna sem að var ekki í hérna ID4, allavega síðastir ég sá hann. Mér finnst það flott. Og spurning hvort að maður geti valið lita og svona fræði, en skipti það einhverjum máli. Hérna erum við með þetta glerþak og það er að draga fyrir það. Hvað ég að segja meira? Hvað er að þessum bíl? Ég veit það ekki. Ég bara finn ekkert sem að þessum bíl. Það er oft sagt að þegar maður að reynslaka bílum að maður verði að finna eitthvað að þeim, það verði að koma gallar og mínusar, annars maður bara að ljúga. Nei, ég segi svona, ég bara, ég get ekki fundið neitt að bílunum. Eina kannski að ég myndi ekki kaupa mér svona lit, en það skiptir engu máli eftir að velja einhvern annan lit. Þú keyrir ekki á litnum einum saman. Það sko alveg á hreinu. Það 77 km raflaði í honum sem gerur honum kleift að aka rúmlega 500 km samkvæmt Vaffelti P-staðlinum, en við skulum aðeins horfa fram í þessu Vaffelti P-staðli vegna þess að hann gefur eiginlega bara bestu hugsanlegu drægni eða mestu hugsanlegu drægni
sem mögulegt að ná við bestu aðstæður. Ef við hugsum þetta bara þannig að við séum að nota 80% af fluginu, þá vorum við að tala einhverja 400 km eitthvað svoleiðis. Tökum veður inn í það og ef þú ætlar að gera eitthvað sérstakt eins og að draga kerru eða hjólhýsi eitthvað svoleiðis, þá fer eyðslan bara svona niður. Rafmagnið það bara eyðist upp eins og ekkert sé. Að vetri til svona bíll að fara kannski tæpa 300 km, 280-90, svolítið eftir því hvernig maður ekur. En við skulum aðeins skoða hvernig best kannski að keyra rafmagnsbíl. Þegar maður ekur rafmagnsbíl, þá þarf maður ekki að stoppa á hraðleiðslustöð til þess að fylla hann. Maður bara setur á hann það sem maður þarf til þess að komast á næsta stað þar sem maður getur hlaðið hann í langtíma hleðslu. Þessi bíl, hann getur tekið alltaf 135 kW inn á sig í hraðleiðslu. Við erum að tala kannski svona 4-5 tíma í hleðslustöð heima. Þetta flestir hlaða yfir nótt og það gengur bara prýðilega að hlaða bílinn þannig. Nú eða maður getur náð sér í ansi góðan slatta. Já, hvað ég að segja, ef við erum að tala frá 20 upp í 80%, 60 út að ná 30% kannski á korteri á hraðleiðslu. Þannig að það bara mjög gott mynd með að segja. Það ekki vandamál, hleðsla ekki vandamál, hún bara verkefni eins og að kaupa sér bensín. En maður minn, ég búinn að vera á rafmagnsbíl í 2 ár núna og ég get ekki hugsað mér annað. Ég get bara ekki hugsað mér annað en rafmagnsbíl. Ég bara sé mig ekki fyrir mér á bensín eða díselbíl. Mér finnst æðislegt að vera á rafmagnsbíl. Já, eins og ég segi, það er bara þannig. Ég myndi allan daginn, nóttina og vikuna, mánuðin og árið kaupa mér svona bíl ef ég ætti þess kost. Það er ekki spurning.